Að stytta almenn brot er að minnka þau, það er að segja lækka tölurnar án þess að breyta brotinu sjálfu. Við skulum skoða dæmi. 54 68. er brot sem er hægt að stytta. Og við skulum skoða hvað er hægt að stytta það mikið. Þá finnum við tölu sem gengur upp í báðar tölurnar, bæði 54 og 68. Og hér er greinilega hægt að stytta með tveimur, þetta eru bæði sléttartölur. Þá fáum við 27 og við fáum út 34. Ef það er einhverja tölur sem ganga upp í 27 og 34, þá getum við haldið áfram, alveg þangað til við komum út á enda. En það er ekki í þessu tilfelli, þetta er fullstytt brot. Við getum í raun frumþáttatölurnar til þess að vera vissum með hverju við getum stytt. Þá frumþáttum við 54 og þá delum við með 2, 27 deilt með 3, það er 9 deilt með 3, það er 3. Frumþættirnir hér eru 2 sinnum 3 sinnum 3 sinnum 3. 68 deilt með 2 er 34, deilt með 2 það er 17. Ég kemst ekkert lengra. Þetta er 2 sinnum 2 sinnum 17. Og þá skoðum við það sem er sameiginlegt báðum. Það er að segja, ef við myndum setja þetta upp í mengjamynd, þá er 2 sameiginlegt, þá erum við búin með þetta. Svo er 3, 3 og 3 hér, og aðrir 2 og svo 17 hér. Það er sniðmengi, það sem er hérna í miðjunni, það er talan sem við getum stytt með. Og ef það hefur verið fleiri tölur, þá hefur við margfaldaðar saman og stytt með margfeldi þessara talna sem er hérna í miðjunni, deilt með því og þá fáum við svarið. Munurinn á þessari aðferð og þessari er að þessi er öruggar, ég fæ örugt svar, hér þarf ég að prófa mig áfram. Og ákveðna líkur á að ég gleymi einhverju tölu. Hætti of snemma. Það á ekki, ef ég geri þetta rétt, þá gerist það ekki.